fyrir fólkið og velkomin með mér í Glettur. Nú, ég staddur hérna á Jökuldal, ók yfir Öræfin, Mörðudagsöræfin og Jökuldalsheiðina og það verður að segjast eins og er að þó komum sér fram undir miðjan maí, þá sér varla þar í dökkan díl. Ég svo mikið af fuglum, bæði gæsum og álftum, sem voru svona, já, það var eins og þeir vissu ekki alveg hvað þær ættu að gera. Voru að stjákla á fannbreiðunni, fundu ekkert hreiðurstæði og voru hreinlega í miklum vanda. Nú, ég tek eftir þegar ég kem hérna niður á Jökuldalinn að hér er allt löðrandi í heiðargæs. Fara hérna stórir hópar yfir og þær eru farnar að búa sér til hreiður og varpið er byrjað fyrir það bil 2 vikum. Og ég heiti hérna einn Jökuldaling, bónda, sem glöggt hefur fylgst með varpi undanfarin ár og áratugi og hann segir að það fari í vöxt að heiðargæsin leiti til byggða niður í dalinn til þess að verpa og koma sér upp ungum. Og hérna með þessi því til staðfestingar fann ég eitt hreiður. Það er volt eggið, gæsin hefur flogið upp þegar ég fór að stjákla hér í kring. Sjáið að gæsareggin eru stór og já, þeir segja sem smakkað hafa að þetta sé dýrindis matur að verða sér út eitt gæsaregg eða 2 eða 3, hvað sem menn vilja nú hafa það. En sem sé, það fer í vöxt að heiðargæsin sé að verða dalagæs. Já, það eykst, virðist alltaf aukast varpið hérna niður í dalnum. Og það er eðlilegt, þetta er svo mikið snjór þegar það kemur upp til heiðarinnar. Já. Ég veit að þú ert búin að ganga varpið núna, þær eru byrjaðar að verpa? Já, alveg fullu. Og er ekki bara hérna á þessu svæði, hérna niður við Jökulsánna og eins inn í Hnefirsdalnum, þetta ekki hundruðir hreiðra? Fleiri hundruð fugla. Kannski hátt í 1000? Já, það er búin að telja þetta undanfarið og henni virðist fjölga ár á ári, svoleiðis að ég kem ekkert óvart að bara inn með Hneflu, þá var þetta kannski orðnir 1000 varpfuglar sem verpa bara með honni. Já. Og svo náttúrulega jafnvel ennþá meira hérna við Jökulsánna sem er náttúrulega löng og mikil. Já, akkurat. Já. Og þú gengur varpið? Nei, ég geng nú ekkert orðið. Það staulast svolítið svona, bara gamni. Tekur egg? Já, tek aðeins egg. Eru gæsaeggin góð? Ægilega góð. Orku mikil? Já, taka fram, ég held að það sé betri en hennueggin. Já. Þau eru stærri? Þau eru stærri, já. Það er nálægt ég að þurfi 2 hennuegg á móti 1 gæsareggi. Hvað tekur þetta langan tíma hjá gæsinni frá því hún verpir og þar til ungar skríða úr hreiðrum? Það ætla sér ekki svona 3 vikur. 3 vikur? Kannski rúmar. Ég veit ekki hvort það fer kannski eitthvað eftir kuldanum. En það er svolítið breytilegt hvernig hún byrjar að verpa, sko. Hvort það er aldur á fuglinum eða ég veit það ekki. En núna til dæmis eru komin egg fyrir hálfum mánuði. Já. En það má vel vera að það sé ungfuglinn sem er seinni. Þannig að það gæti farið að styttast í unga? Já, hjá fyrstu. Já, það er komið mikið. Þú vona að verið farið eitthvað að lína það? Já, við svona vona það. Það er ekki sérlega vonlegt hér að líta? Nei, það er öðru nær. Hérna í landi Hnefirsdals rakst ég á skemmtilegt mannvirki. Gömul rétt, hlaðin og grjóti. Það hefði verið 1 og 1 handtekið fyrir Hnefirsdalsbændur að koma þessari rétt upp. Og enda líka nóg af grjótinu hérna niður við Jökulsá á dal. Og hérna ofan við er afskaplega fallegur stuðlabersklettur, Mælishóll heitir hann. Og hann lætur lítið yfir sig frá veginum. Það virðist vera svona einhver malarhóll. En þegar maður kemur hérna niður að ánni, þá blasir við þessi fallegi stuðlabersklettur. Ég veit að þú ert búin að búa hér alla þína tíð. Búin að vinna hér mikið verk í að græða upp landið gegnum tíðina. Já, maður er að bauka aðeins við þetta. Bauka aðeins við þetta, það er lítillátur. Ég held að þú sést bara búin að ná undir gras því sem var örfoka land. Já, svona með systjum.
Já, já, svo skórækt svolítið. Já, svo ert í skóræktinni. Já, já, ég var að sækja staura út í skó. Já. Það er verið að gresja fyrsta skói, elsta skóginn. Skógurinn er farin að gefa af sér. Hann er farin að gefa af sér. Já. Já, já, það má segja það sko, hann er svona aðeins að byrja. Og hvernig gengur skórækt hér á Jökuldal? Sprettur vel? Já. Já. Þetta lerki sem að vera sá hérna, þetta er orðið, það má segja sjóðan í girðingastaurar. Já, já. Og ég sé orð með það nýjasta ræktin hér upp í hlíðum Hnefillsins. Já, já. Það er nú betra jafnvel þar heldur en niður á Melónu sko. Já, já. Það er betra land. Það er svona, dálítið meira gróið. Já. Já, já. Og þú hefur gaman að þessu að koma til skógi? Það er gaman að þessu. Já, já. Og þú varst líka hér í eina tíð, þú ert kannski hættur núna í ref og minkaveiðum? Já, já, ég er alveg hættur því. Já. Það er allt og gammalt að standa í sóli. Það taka aðrir við. Já. Já, já. Mér er sagt að þú hefur oft verið fengsæll í veiðiferðum. Manstu til dæmis hvað þú hefur komið margar refi eftir nóttina? Ég held að það hefur náð 7 fullorðnum dýrum sömu nóttina að vetrarlagi, svona við æti. Já. Að vísu er ég nú sjaldan einn, við erum oft tveir saman. Já, já. Hver er tilfinningin finnst þér dýrunum vera að fjölga? Já, það er alveg greinilegt. Þeim fjölgar jafnt og þétt, þó er skotið mikið. En samt við sem fjölga. Og þessi kenning núna að við séum að allaðar upp til þess að fjölga þeim, það er bara rugl. Það er bara, þó hann hefur svo mikið æti, rjúpinu er að fjölga og svo er svona á haustin hreindýra slums og svoleiðis. Svoleiðis að hún hefur nóg æti. Er það ekki svolítið áhyggjuefni að hann sé að fjölga? Jú, það er áhyggjuefni. Það er sko áhyggjuefni. Og hvað á að gera við því, það veit ég ekki. Það þarf sjálf einhverja spekinga á prenti til þess að finna einhver ráð. Þeir eru nú margir góðir sko. Já, já. En þú gefur ekki mikið fyrir þau orð spekinga sem heyrðust í síðustu viku að refaskiptur væri að ala upp refi með því að henda út hræjum? Nei, ég trúi því ekki. Fyrir ég tek á því. Ég held að það sé eiginlega alveg þversögn. Menn setja út hræin og liggja svo yfir þegar þangað til að refurinn kemur og oftast verður það hans bani. Menn hafa svona aðstöðorði, er búin að koma sér upp svona skothúsum sem við köllum og setja æti við þau tímalega. En svo að þegar búið er, þá er ætið hreinsað burt og farið með það? Já, já. Svo gæsinni fjölga náttúrulega og það skapar æti handinni, bæði á vorin og svo gengur hún frá eggjunum, grefur þau og geymir þau til vetrarins, bara eins og í frystikistu. Þetta er maður að finna, það sem hún er ef maður fer að greina á vorin þá finnur maður svona það sem hún hefur klórað eftir eggi sem hún hefur hulið svona með jarðvegi. Hún er klók? Hún er sko klók, hún kann að bjarga sér. Já, já. En Jón, það er nú, eins og við töluðum í upphafið, það er nú ekki vorlegt að lítast á Jökuldal fremur en í mörgum öðrum byggðarlögum og norður- og austurlandi þessa dagana. En hverju spáir sumarið? Ég held að sumarið verði nú gott, ég hef trúið því. Það var kalt í fyrra og nú hljótum við að fá gott sumar aftur. En þetta og ég er ekki spámaður, því ég er verið á mjöður. Ég ætla rétt að vona að þessi spádómsorðin gangi eftir og við fáum gott sumar.
eflaust margir tekið eftir í sem koma akandi að norðan til Héraðs þegar endasprettin komið ekki fyrir endan á Urriðavatninu yfir og upp á smá ás. Þar standa 2 hús, annars vegar verið að þurrka þorskhausa og þar kemur oft ilmur í bílinn. En hinum megin við veginn stórt, langt og mikið hús. Mér hefur oft leikið forvitni á að vita hvað í þessu húsi. Og nú ég komin inn í þetta hús og það ekki ofsögum sagt, það stórt og mikið, það bil 100 metra langt en ekki nema 15 metra breitt. Eins og þið sjáu þá hér heilmikið að vera. Menn eru hér í óðaönn að taka við steypu, setja einangrunarplast, en spurningin hvað eru mennirnir að búa til? Ég ætla að labba hérna inn og vita hvert ég verði ekki einhvers vísari. Góðan daginn hér. Já, góðan daginn. Hér mikið að vera? Já, mikið að vera. Hvað á að verða úr þessu sem þið eruð að dunda við? Við erum að steypa einingar fyrir hjúkrunarheimilið, útveggjaeiningu og loftaplötur. Þið eru sem sagt bara að búa til hús? Já, það það sem við gerum. Þetta eru svona tiltölulega litlar einingar, viðráðanlegar, og svo eru svo púslað saman og úrverður stór bygging. Þetta góður byggingamátt ykkar með þetta? Á okkar mati, já. Já, þetta mjög, okkur finnst þetta mjög gott. Hver eru kostirnir svona kannski umfram það hefðbundna þegar að vera að slá upp mótum? Fyrir það fyrsta, náttúrulega við búum á Íslandi og við höfum vetur og annað og við getum verið að steypa hér inni allan ársins kring, alltaf árið kring og yfir toppaðstæður. Ekkert frost og vesen og það nú helstu kosturinn. Þetta fljótlegra? Já, ég segi það, en það ekki allir sammála því, en þetta gengur mjög vel þegar vel teiknað og hentug hús, það þetta að forvinna þetta líka mikið, sko. Áður en þú byrjar á húsinu, það getur verið búin að steypa húsið þess vegna, sko. Svo koma bara einingar á staðinn, þetta reist á mjög stuttum tíma, sko. Það ekki vandamál. Nú sé ég að þið byrjið með því að þið eru búin að búa til mótið, búið að setja í það svona járnin og alla lagnir ekki rétt? Jú, ekki vatnslagnin, en rafmagnslagnin. Dósir og rör sem hægt síðan bara að draga í. Já. Þannig að það sko þetta passi. Já, við fáum að heyra ef að gera það ekki. Kemur það fyrir? Það passar ekki? Já, annars erum við konið með gott gæðakerfi. Sem að við mælum allt upp áður en við steypum. Þannig að þetta á að vera, þetta á alltaf að passa, ef að teikningarnar rétt að segja. Það heyrir þá upp á hönnuðina. Nú eruð þið að steypa og gera vegg. Það liggur láréttur. Ef við verðum að gera þetta út hjá staðnum þá þetta lóðrétt mót. Hefur þetta ekki ákveðna kosti? Jú, það hefur kosti. Eins og í hjúkrunarheimilinu, þar sem við vorum að steypa veggi sem voru 7 metra háir rúmlega. Þá steyptum við þá á hliðinni, steyptir láréttir á hlið sem sagt, og síðan voru reistir upp. Sko. Og þetta hefði ekki verið hægt rauninni með staðsteypt, sko, eins og þetta var gert. Sko. Og þið getið víbrað í steypuna, verður hún hugsanlega bara harðari og þéttari með þessum móti? Þetta er náttúrulega kjör aðstæður, sko. Það hiti á borðunum, þannig að við steypum í dag og síðan þetta bara tekið af strax í fyrramálið. Og kemst hér inni, þannig að þetta kjör aðstæður. Og hvað þarf veggurinn að standa lengi áður en þetta skella honum í húsi? Það æskilegt 3 daga, stundum mikið kapp og þá aðeins strákast. Og þetta ganga það tryggilega frá þessu öllum samskiptum og öðru slíku að þetta hús standi þess vegna til eilíðar? Já, við viljum meina það, já. Það eru vinklar inn í plötu úr veggjónum og aftur þess vegna ef það steypt loftaplata þá eru vinklar þar uppi líka, sko. Þannig að þetta ein heild, einn kassi. Það er engin hægt að þetta hreinni bara eins og spilabók? Nei, það á ekki geta ekki fræðilegt. Og hvað með svona heildarútkomuna fyrir þá sem eru að byggja þetta hugsanlega ódýrara hús heldur en með hefðbundna mótan? Ég segja að þetta ekki dýrara. Þetta klárlega ekki dýrara. Það bara
búið að reikna það út, sko. Þannig að hvort þetta er ódýrara, ef þú ert með hentugt hús sem hendar fyrir þessa framleiðslu hérna, þá er hægt að ná niður verðum, klálega. Það til dæmis það sem eruð að steypa í núna, það sjúkraheimilið á Egilsstöðum, það svona hentugt í svona? Nei, það er ekki hægt að segja það, sko. Það eins og ég segi mjög háar einingar og þarf að snúa þeim og það mjög abstrakt, sko. Það svona smá arkitektúr í þeim, sko. Mikið, sko. Þannig að, og eins og við sjáum, við erum með þessa áferð á þeim, timbur áferð, sem við erum ekki vanir að vera með, sko. Það verður að nostra svolítið við? Já, þetta hefðbundið, sko. En hefðbundið íbúðarhús, það mjög þægilegt, sko. Þetta ekki þægilegt, þannig séð. Kannski væri þetta ná byggingakostnaðinum niður ef þið færið að byggja stöðluð hús og kannski heilt hverfi sem að væri svona öll eins. Það náttúrulega ideal í svona, sko. Þá að staðla, sko. En við Íslendingar erum ekki rosalega mikið í því að staðla hlutina, sko. Við viljum vera með alltaf flottar en hinnir. Segðu mér aðeins kannski frá þessu húsi. Þetta hvað, 100 metra langt, ekki það? Jú, þetta 100 metra langt og 15 metra breitt, þessi salur hérna, og einhverjir 15 metra hérna upp í mæni. Og hvað var þetta byggt hér undir þessa starfsemi? Þetta hús var notað upp í Kárahnjúka af Ítölunum sem voru að vinna við þá virkjun og var síðan keypt þaðan og flutt hingað og reist af malavinnslunni, hittinni og... Þú varst hjá malavinnslunni líka? Já, já. Þannig að þú þannig að kunna þetta? Já, ég er búin að vera í þessu síðan 97, þannig að aðeins þarf að sjóast í þessu, sko. Og hérna búið að steypa undir sem steypa var að renna í áðan. Já. Það var ytrabyrðið á húsinu, svo kemur einangrunin og svo hérna járnmotta. Já, nú erum við að vinna í burðarlaginu sem 11 cm þykkt. 4 tómmu einangrun, 10 cm. Já, hérna þetta bindur steypu einingarnar saman í veginn. Já, tryggir ytrabyrðið við innabyrðið, burðarlaginu. Tryggir að vegurinn gliðni ekki til. Já, ekki æskilegt. Það verði ekki skemmtileg upp á koma. Þetta framleiðsla sem búin að vera hér á Héraði síðan rétt upp úr 80. Já, já. Þannig að þetta nú ekki alveg eins og þessi nýtt á nálinni. Ég tek líka eftir í að þið viti alveg hvað þið að gera. Það hver maður með sitt hlutverk. Já, já. Menn verða sjóaðir í þessu, sko. En það vil maður helst hafa sama mannskapinn, maður vill ekki vera að skipta mikið. Því að þetta þannig framleiðsla, þá gengur þetta bara hraðar. Það minnkaði spurnin eftir þessu, náttúrulega eftir hrun. Finnst þér þetta að vera lifnættur? Já, við sem hefum alltaf haft eitthvað að gera, skulum segja, eitthvað, en ekki kannski brjálega ekki eins og var fyrir hrun. En það hefur aldrei verið þannig að hér væri nánast ekkert að gera, langtími saman. Þið hafið svona hliðarverkefni til að þá að fylla upp í eða steypa þarna hellur fyrir álverið til dæmis? Já, það kemur víða við, sko. Já, og umboðssölu fyrir með efni í steypu sem við sendum allt land og þannig að það menn reyna. Það hafi ímið fórn og... Já, dreifa þessu, sko. Síðan þarna grænt apparat. Já. Þetta einhvers konar mótheða? Þetta svona eiginlega millivegurinn, sko, því að þetta samlokuborð svo kallað. Og þá steypum við lóðrétt þarna eins og væri gert á byggingarstað, sko. Og þetta notað eingöngu við milliveggi, sko. Ekki svona einangraða veggi, sko. Eingöngu. Og þá það sérski fljótlega? Það getur verið það, sko. Ef þú ert með marga veggi eins, eins og var núna í hjúkrunarheimilinu, vorum með marga veggi eins á milli herbergja og þá notum við þetta. Kom mjög vel út. Þetta 4 hólf, þannig að þetta eins og 4 svona borð, þannig að þetta verulega mikið sem þetta tekur. Nú tekur maður eftir í til dæmis byggðu einingarnar sem eru í nýja hótelinu eða við segjum nýja hótelinu eða viðbyggingunni á gistihúsinu á Egilsstöðum. Og það búið að ganga mjög hratt fyrir sig. Og það þetta sem býður upp á þann möguleika. Og það var svona kannski hús sem var hentugt, því að þar vorum við að tala með einingar sem voru mjög mikið eins, sko. Þær eru tiltölulega mjög svipaðar, sko. Fyrir hvert herbergi? Já, akkurat, sko. Þannig að það kom mjög vel út, vonandi fyrir alla þeirra. Það styttir tímabilið ekki til notað stórhríðina og frostinn hér inni til þess að búa til einingarnar og svo þetta raðast upp á tiltölulega stuttum tíma.
Ég rekki mig á það að hönnuðir hafa kannski ekki bara áttað sig á möguleikunum sko. Í gegnum tíðina og þannig að, jú, mér finnst þetta hentugt mjög oft, en ekki alltaf, ég segi það ekki. Þeir eru rosalega duglegir strákarnir. Já. Þetta eru kjarnorkur karlmenn sko. Heldur að eru þið nokkuð kappsamari núna því að þeir eru með myndaði? Það er spurning að fá okkur á hverjum degi. Alveg rífandi gangur í þessu. Heldur að framleiðnin myndi aukast ef að væri standandi kvikmyndatíma á hverjum degi? Þið hafið ekki tafið fyrir okkur í dag, það er alveg á hreinu. En þetta er greinilega þaulæft lið. Já. Það hafa gert þetta alls saman áður. Hér er skipaður maður í hverju rúmi sko. Já, það er best að fylgja einingunum eftir. Nú er ég kominn austur yfir fljót. Þegar ég færi aftur tilbaka þá færi ég norður yfir fljót. Það eru gagnstæðar áttir hér norður og austur. En hérna eru einingarnar komnar saman, verið að byggja hér heilmikið stórhýsi. Nú, hvernig gengur að raða þessum einingum upp? Það hefur nú bara gengið ótrúlega vel. Þetta er svolítið nýtt. Við erum að reisa hér hús sem er upp á 2 hæðir og einingarnar eru upp á 2 hæðir líka, eru háar. Þannig að þetta er búið að ganga ótrúlega vel í þessu verki. Sko. Sýnist þér þessi reynsla lofa þessa byggingaaðferð að steypa einingar inn í húsi og koma svo bara með þar á byggingarstaðinn og reisa húsið upp? Já, það gerir það. Þetta er mjög þægileg aðferð, sérstaklega þegar mann er að vinna yfir vetrarmánuði í steypuvinnu. Og húsið er í rauninni steypt við bestu aðstæður inni á gólfi í einingaverksmiðjunni, þannig að ég held það já. Steypan verður jafnvel þéttari og harðari? Já, það er talað um það að hún verði mjög hörð. Ég hef heyrt einmitt menn segja að það sé ekki nokkuð leið að bora í þetta. Það er mjög, maður hefur heyrt á mönnum sem að koma að þeim finnst það erfitt og þekkja þetta til dæmis ekki í Reykjavík, svona harða steypu. Sko. Og þetta hús sem er að rísa hérna alltaf við okkur, hvaða hús er þetta? Þetta er hjúkrunarheimili sem að Fljótsdalshérað er að byggja með 40 herbergjum. Fyrir eldri borgara? Já, þetta er í rauninni hjúkrunarheimili og auðvitað náttúrulega eru það mest eldri borgarar sem verða notendur. Þetta er fallegur staður og það eru fallegt útsýni úr þessum íbúðum. Já, þetta er mjög fínn staður sko og það á örugglega eftir að líða vel því fólki sem að hér verður. Hvenær byrjuðu þið að reisa fyrstu einingarnar? Við byrjuðum í einingum hér miðjan nóvember. En þá var söklavinna svona mestu búin sko. Þannig að þetta er orðið einhverjir 5 mánuðir eða ekki sem er búið að vera í einingum. Hvenær á húsið að vera til? Húsið á að vera tilbúið næstu áramót. Nú, það er ekkert annað. Þannig að þegar við nóg að gera. Það þarf að bretta upp ermar, já. En svona heilt á lítið dettur kannski einhverjum í huga að spyrja þegar tekna svona einingur raða saman. Getur þetta ekki bara hrunið eins og Spilaborg? Nei, ég held að það geti það nú ekki sko. Það eru plötur og samskeyti eru steypt sko, þannig að við skulum treysta hönnuðum. Þeir sjáum að þetta sé í lagi sko. Það væri ekki hugsanlega hægt að þetta tekur tiltölulega stuttan tíma. Hótelið hérna á Egilsstöðum er nýlega risið á mettíma liggur við. Getur þetta ekki stytt byggingatíma? Er þetta ekki leið til þess að bæði stytta byggingatíman og hugsanlega lækka byggingakostnaðinn af Austurstaði? Jú, það er náttúrulega, ef við tölum Egilsstaðahúsið þá tók það mjög stuttan tíma að byggja það og ég hugsa að það hafi verið ódýrara heldur en að steypa það upp á staðnum sko. Af því að þetta er gert af vetrarlagi, sem sagt í frosti og snjó sko. En þetta er vélaverkstæði Hjalta Einarssonar í Hafnarfirði sem stendur að þessum framkvæmdum. Já, þeir eru með útibú hér á Austurlandi. Mjög stóra vinnustöð á Reyðarfirði við álverið. Já, og svo erum við með byggingadeild sem er rekin hérna á Egilsstöðum með sirka 30 starfsmönnum.
Það eru einhverju, já, líklega, eða ekki nær 200 manns sem að vinna hjá fyrirtækjunni hér fyrir austan, allt í allt. Ég held að það sé nálægt því, svona fram undir 200. Og ábyggilega hér blaðnaðins í Reykjavík eða í Hafnarfirði, sko. Þannig að þetta er svolítið stórt. Jakob, ég vona að þetta gangi vel hjá okkur og þið standist þær kröfur að vera tilbúnir með húsið á tilsettum tíma. Já, þakka þér fyrir það. Við stefnum að því ótröðir.